Glódís, hvernig bara svona líður með að vera komin aftur til móts við hópinn eftir að hafa verið frá vegna meiðsla í síðasta verkefni? Bara ótrúlega gaman að vera komin aftur inn í hópinn og hitta stelpurnar og ég saknaði þeirra mikið, þannig að það er alltaf gott að koma aftur inn í þennan hóp. Hvernig var að horfa á síðasta verkefni svona utanfrá, var það erfitt? Já, það var mjög erfitt, það var mjög skrítið og já, eitthvað sem var alveg nýtt fyrir mér og já, eitthvað sem ég langar ekki að gera aftur. Hvernig fannst þér þessir bara leikir á leiðinu á móti Noregi og Sviss? Sko mér fannst mér verkefni bara fínt, flott. Mér fannst leikurinn á móti Noregi bara mjög góður leikur, frammistaðan var virkilega góð. Við vorum mjög svona, að ég kann ekki íslenskt orðið, vera front foot í pressun okkar og gerðum oft vel með boltan og áttum flott uppspilskafla og sköpum mikið af fínum færum. Þannig að já, það var gríðarlega gaman að horfa á það heima í sjónvarpinu. En svo þetta langar mann að vinna og því miður náðum við því ekki í senstaklega. Ég held að eiginlega öll íslenska þjóðin hafi bara verið dauðhrædd þarna, þú værir að fara að missa EM og eitthvað svoleiðis, þú ert bara komin aftur inn í hópinn núna, bara hvernig bara líður þér núna í líkamann? Bara mjög vel. Við vissum að við þurftum alltaf bara að gefa þessu svona cirka 3 vikur til þess að leyfa þessu að jafna sig nógu mikið, þannig að ég myndi ekki finna fyrir þessu svona mikið ennþá og það er það sem við gerðum og það hefur bara heppnast gríðarlega vel og jafnvel farið fram á væntingum hversu hratt þetta hefur gengið. Varst þú sjálf orðin eitthvað svona skelkað og væri mögulega að fara að missa EM? Nei, fyrir mér var þetta meira því að við tókum ákvörðun strax í byrjun að reyna að spila í gegnum þetta og ég var að reyna að gera það í mánuð og það gekk mjög upp og niður. Þá var ég meira orðin hrædd við ef við myndum halda þannig áfram að hvenær myndi ég þá fá hvíldina sem ég þyrfti til að leyfa þess að lagast, af því að andlega veit ég ekki hversu lengi ég geta haldið áfram að gera það sem við vorum að gera, því að ég æfði ekkert og já, ég gat ekki gert neitt í ræktinni, það var allt vont, þannig að já, ég eiginlega bara var að gera hjólenduvöl og svo vonast til að það væri búið að lagast nógu mikið þannig að ég geti verið með á æfingu eða væri með það lítinn verk ég geti spilað. Þannig að það tók smá andlega, þannig að já, meira svona að hugsa hvenær mun ég fá að leyfa þess að lagast. Það var kannski það sem var meira í hausnum á mér en ég held að við höfum tekið rétt ákvörðun að gefa með þessa hvíld þarna og þetta var umulegt að missa landsliðsverkefni og nokkrum mikilvægum leikjum með Bayern móti Frankfurt sem var eiginlega lykileikur í deildinni en þetta var það sem þurfti að gerast. Það var alveg pínu skrítið að það bara gerist til aldrei að þú missir af landsliðsverkefni. Já, þetta var mjög skrítið og þetta var eitthvað sem ég barðist við mjög lengi og ég og Steini tökum ákvörðun bara á sunnudagskvöldi að ég sé ekki fara að koma og eiginlega ég honum svolítið bara svona þakklátt af því að ég held að hann vissi ef að ég fengi ráða þá myndi ég koma og ég myndi reyna og en við vissum samt bæði að það myndi ekki gera mér neitt gott og þannig að hann tók ákvörðun hann er rauninni tekur ákvörðun að ég ekki koma og þannig að það er rauninni svona byrjar þessi svona hugsun hjá mér að ég verða að leyfa svo lagast, þannig að ég er honum mjög þakklátt fyrir það. Ertu alveg bara góð að spila á morgun? Já, ég er mjög góð, bara klar í slægin. Tímabilið hjá Bayern, verið tvöfaldir meistarar, var þetta ekki bara eins og í sögu kannski fyrir utan meistarardeildina? Jú, þetta var það. Mér fannst heilt yfir bara eiga mjög gott tímabil og ég held við höfum tapað einum leik og gert 2 jafntefli, eitthvað svoleiðis. Áttum fullkomið síðan eftir jól, þess að seinni hluta síðans og já, náttúrulega bara bikarinn var ógeðslega skemmtilegt og eitthvað sem var búið að vera markmið hjá mér lengi, þannig að það var mjög gaman að vinna tvennuna og þetta gaman að skrifa sig í söguna hjá Bayern líka, að hafa verið partur af fyrsta liðinu sem vann tvennuna í sögu klúbbsins. Svona bara líka stemningin eftir tímabil, þetta lítur að vera gaman. Já, þetta er búið mjög skemmtilegt. Ég held að seinustu svona 3 vikur hafa verið bara skemmtilegustu vikur lífsins með liðinu. Það var ótrúlega gaman að ná þessum árangri og leyfa okkur að fagna því saman og bara njóta þess hvað við vorum búin að vinna hart að þessu, því að já, það er oft talað um að þú veist úrslitaleikirnir og það er oft verið að fókusa á það en við vorum búin að leggja gríðarlega vinnu í þetta, ekki bara í ár heldur seinustu 3 ár. Þannig að þetta var svolítið svona kærkomið fyrir okkur sem hópan á að vinna tvennuna og leyfa okkur svo bara að njóta og svona alltaf 7-7 var bara eins og að fara aftur á pæmótið, þannig að þetta var eiginlega bara ógeðslega skemmtilegt og ógeðslega skemmtilega vikur. Eftir á var það smá svirða að spila í gegnum sem meðslega? Já, en auðvitað náði ég bara að spila 2 leiki af 5 á þessu tímabili þegar ég ætlaði að reyna að spila alla leikina. Þannig að
jú, fyrir mér var mjög mikilvægt að ég reyndi að pusha í gegnum þetta en svona eftir á þá held ég að sé enginn að pæla í því nema ég að ég hafi gert það þannig að en já, svona það var mikilvægt fyrir mig. Svona styttist í EM í sumar og bara rúmið mánuður í að liðið komið saman fyrir móti og svona, ertu mikið að pæla í þessu? Sko akkurat núna og ég held ég að sagt einhverju öðru viðtalið að það sem ég lærði svolítið í þessum meiðslum er bara að taka dag fyrir dag sem að var kannski bara fínasti lærdómur fyrir mig og að vera ekki að stressa mig alltaf mikið fram í tíman eða vera að reyna að pæla og stjórna öllu sem ég hef enga stjórn á. Þannig að akkurat núna er ég bara ótrúlega glöð að vera hér með stelpunum og ég er bara að njóta að fá að vera í landsliðinu aftur. Hvernig líst þér bara á þess að tvo leiki, Lerkendal á morgun á móti Noregi og svo Frakkland á nýja hybridgasinu eftir það, hvernig bara líst þér á þetta? Bara gríðarlega vel, mér finnst völlurinn líta vel út og flott stadium og hörku andstæðingur og þannig að mjög spennt fyrir leiknum á morgun og auðvitað get ég ekki beðið eftir að komast aftur á Laugardalsvöll. Það verður ótrúlega gaman fyrir okkur að vígja völlinn og ég vona auðvitað bara að Íslendingar fjölmenni og við gerum þetta risa viðburða því að þetta er ekki bara opnunarleikur Laugardalsvallar, þetta er líka í rauninni kveðjuleikur fyrir okkur fyrir EM, þannig að ég vona að þjóðin vilji vera með okkur í þessu. Takk fyrir þetta, Klöttur Skáin Guðel.